Heiðarskóli í Reykjanesbæ fagnar 20 ára afmæli á þessu ári. Á þessum tímamótum ákváðu skólayfirvöld að hafa árlega leiksýningu skólans aðeins flottari en vanalega. Kardimmumubærinn var settur á svið og notast var við handrit frá Þjóðleikhúsinu. Við fórum á lokaæfingu og hittum bæjarfógeta og fleiri persónur úr Kardimmumubænum. Hér í Kardimómu okkar líf yndislegt og líða allir dagar hjá í kyrrð og ró og spekt. Bakar hnoða kökur og skóar smíða skó, já skildi maður ekki hafa nóg. Og borgin okkar best gjörð, að borgum öllum hér á jörð. Bæjarfógetinn Bastían betri en okkur lýsa kann. Hvað að fara að gerast hérna hjá okkur í Heiðarskóla? Við erum að fara að sýna leikritið Kardimmumubærinn, sem sagt krakkarnir í 8. til 10. bekk. Og hvað erum við búin að vera lengi að æfa þetta leikrit? Í rúma 2 mánuði. Ertu í leiklistarvali eða ertu bara einn af þeim sem langaði að vera með? Ég sótti að fara í árshátíðarvalið í Heiðarskóla fyrir árið 2019. Og hvernig hefur gengið? Það hefur gengið bara ágætlega, bara misvel hjá nemyndum, en þetta er búið að vera rosalega skemmtilegt. Og er mikið að læra, mikill texti sem þurfa að muna og svona? Það er mikill texti sem við þurfum að muna og mikið sem við þurfum að leggja okkar að mörkum og það er bara búið að vera mjög krefjandi og skemmtilegt. Finnst þér að hafa lært eitthvað við að taka þátt? Já, ég steig mjög mikið út fyrir þægindarammann og ég lærði bara heilmikið af þessu, þannig að já. Langaði að verða leikkona í framtíðinni? Það gæti alveg verið möguleika með langið það. Voru einhver aðri draumar svona áður nú fórst að leika að verða eitthvað annað? Nei, ekki beint. Ég hef búin að vera svolítið óviss með það hvað ég ætlaði að gera. Af hverju langaði að taka þátt í leiklistavalinu? Mér langaði bara að prófa eitthvað nýtt og prófa að stíga út fyrir þægindarammann og athuga hvernig mér finnst að vera á leiksviðinu. Hefur einhvern tíðan gert svona eitthvað áður? Nei, bara það sem hefur verið verkefni hjá bekkjánum í Heiðarskóla. Hér í Kardimómu okkar líf yndislegt og líða allir dagar hjá í kyrrð og ró og spekt. Bakar hnoða kökur og skóar smíða skó, já skildi maður ekki hafa nóg. Hvað eru þið að leika í þessari sýningu? Ég Bastían bæjarfógeti hérna í Kardimmumubæ. Já, og ég Kasper, ræninginn. Kasper ræningi? Áttu ekki einhverja bræður, Kasper? Jú, Jónatan og Jesper. Ok, hvernig er búið að vera strákar að taka þátt í þessu? Það er bara mjög skemmtilegt. Mér har alltaf fundið svo gaman að leika. Já, þetta er mjög skemmtilegt. Er eitthvað sem að þið eru búin að læra sérstaklega, svona finnst ykkur, er þetta búið að þjálfa upp einhverja nýja þætti í ykkur, finnst ykkur? Þetta er í fyrsta skipti sem ég er að syngja fyrir fram að svona marga. Þannig að, já, kannski það eitthvað. Finnst þér að vera svona krefjandi að fara að gera það á eftir? Nei. Það er pínu svona hræðilegt að það eru. Já, ertu pínu stressaður en samt slagur? Segðu mér, en þú, nú ert þú að leika hann Bastían. Hvernig er að leika Bastían? Ertu búin að vera dálítið svona stjórna krökkunum eða ertu dálítið að lifa þig inn í hlutverkið? Já, ég er búin að reyna að lifa mig inn í hlutverkið. Bastían er mjög glaðleg týpa, vill hugsa bara besta alla, vill kannski ekki vera stjórna mikið, hann er bara bæjarfógeti til að vera bæjarfógeti. Mjög glaður alltaf. Það kveður lítt af körlum hér í Kardimómuborg, en væru allir eins og ég þá yrði betra hér. Þó virðist ekki líðnum ljúft að læra neitt af mér. Sjá bæjarfógetan Bastían, hann brosir öllum við, þó hæfi varla herra þeim að hafa slíkan sið. En hvað finnst þér með ræningahlutverkið þitt? Fannst þér það vera krefjandi? Það er bara mjög skemmtilegt að leika hann. Já. Takið þessu bara létt og er þið bara að leika ykkur strákar? Já, en við erum náttúrulega líka að reyna að gera okkar best í að leika það. Hvað finnst ykkur þið að hafa lært mest af því að taka þátt í leiksýningu á vegum skólans? Mjög líklega að tala hátt og skýrt, láta heyrast í sér í öllum salnum. En hvað með þig? Já, bara sama og hann sagði og líka bara koma fram fyrir framan aðra. Er það skemmtilegt að koma fram? Finnst ykkur það? Er það eitthvað svona, gefur það ykkur eitthvað svona smá kick? Já, mér finnst bara mjög gaman að vera fyrir fram með fólk, að leika og svona. Mér finnst athygli mjög þægileg.
Já, þú þolir athygli. Hvað með þig? Mér finnst líka mjög gaman að fá athygli. Þetta svona jákvæð athygli, er það ekki, strákar? Jú. Hvernig kom þessi hugmynd upp að fara að setja upp Kardimonbæinn? Það engin smá sýning. Já, mikið rétt. Þetta er mikil sýning sem er núna í gangi. Hugmyndin kviknaði að það skólinn á í raun afmæli, 10 ára fagnar 20 ára afmæli og hugmyndin var að gera eitthvað stórt, gera eitthvað svona mikið og sameina svolítið árgangana. Þannig að við skiptum í raun leikritinu niður svolítið á milli 1. til 7. bekkjar en 8. til 10. er að taka allt leikritið saman og þetta er stór pakki en þetta er rosalega skemmtilegt. Hvar Kasper, hvar Jesper, hvar Jónatan? Þetta ljótt að sjá, alltaf leita margt. Hvar Hrefni sem við erum henni ömmu frá? Ég vissum að það var hér að því.